Ég býð ykkur hér velkomin til 315. fundar sveitarstjórnar Rangárþings eystra og ég ætla að byrja á því að óska eftir að setja í fundinu og óska eftir athugasemdum við fundarboð ef einhverjar eru. Ef svo er ekki þá ætla ég að renna hérna yfir nöfn þeirra sem sitja í fundarsalnum. Það er Anton Kári Halldórsson sveitarstjóri, Árný Hrund Svavarsdóttir, Sigríður Karolína Viðarsdóttir, Rafn Bergsson, Bjarki Oddsson, Sigurður Þór Þórhallsson, í fjarveru Guri Hillstad Ólafsson og oddviti Tómas Birgir Magnússon, Árný Lára Karvelsdóttir, markaðs- og kynningafulltrúi sem sér útsendingu og tæknimál og Margrét Jóna Ísólfsdóttir, skrifstofu fjármálastjóri sem ritar fundargerð. Á dagskrá í dag eru 39 mál og við göngum það til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá er minnisblað sveitarstjóra 8. júní 2023. Anton Kári, gjörðu svo vel. Góðan daginn, oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætla að renna yfir minnisblað sem er lagt fram hérna á þessum fundi í júní og hefst þá lesturinn. Eins og flestum er kunnugt er hafið verkfall félaga í stéttarfélaginu Foss, félagi opinberra starfsmanna á Suðurlandi, sem starfa í leikskólanum Örk og íþróttamiðstöð. Það er þess valdandi að starfsemi leikskólans skerðist til og með 5. júlí eða þar til samningar milli aðila nást. Foreldrar barna á leikskólanum hafa verið upplýstir varðandi útfærslu skólastarfs á meðan verkfallið stendur. Einnig er rétt að minnast á það að gjöld vegna vistunar barna fyrir þann tíma sem þau get ekki mætt í leikskólan verða felld niður. Verkfall starfsmanna í íþróttamiðstöð er ótímabundið og stendur því yfir þar til samningar nást. Opnunartímar íþróttamiðstöðar, sundlaugar og líkamsræktar verða því óreglulegir, en upplýsingar verða veittar jafnóðum á miðlum sveitarfélagsins. Samband íslenskra sveitarfélaga fer með samningsumboð fyrir hönd flestra sveitarfélaga á Íslandi, þar á meðal Rangárþing eystra. Því er Rangárþing eystra ekki beinn aðili að samningsgerð milli aðila. Verkfallið hefur nú þegar víðtæk áhrif á landsvísu og mun hafa enn meiri áhrif þegar framlíða stundir ef ekki nást samningar. Ég vil taka undir bókun byggðarráðs frá 1. júní síðastliðinn þar sem hörmuð er sú staða sem er komin upp í samningaviðræðum milli BSRB og Sambands íslenskra sveitarfélaga og hvetja deilendur til að leysa deiluna sem allra fyrst öllum til heilla. Eins og áður hefur komið fram í minnisblaði sveitarstjóra voru lóðir í miðbæ Hvolsvallar auglýstar til úthlutunar. Tveir aðilar sóttu að fá lóðunum úthlutað. Byggðarráð hefur nú fundað með hvorum aðila sig til þess að gera sér betur grein fyrir fyrirhugum uppbyggingaráformum þeirra. Báðir aðilar eru mjög frambærilegir og hafa hug á því að hefja framkvæmdir við uppbyggingu sem fyrst. Næstu skref hjá byggðarráði er því að meta umsóknir og ákveða hvernig lóðum verður úthlutað. Festi sem hefur haft vilyrði fyrir lóðunum milli N1 og Apóteksins hefur óskað eftir framlengingu til 6 mánaða á vilyrði fyrir lóðunum og hefur það verið samþykkt. Kynnt hafa verið fyrir sveitarfélaginu spennandi hugmyndir þeirra að uppbyggingu á svæðinu. Ljóst er að sú uppbygging sem áformuð mun nýtast öllum íbúum Rangárþings eystra og gestum til góðs. Festi mun nú gangast í frekari hugmyndavinnu þróun og hönnun fyrir svæðið í samráði við Rangárþing eystra. Helstu byggingaráform sem hönnun mun taka til eru meðal annars ný krónuverslun, apótek, vínbúðin, upplýsingamiðstöð, veitingastaði og sérverslana. Framkvæmdir við uppsetningu og afsteypu styttu Nínu Sæmundsson, afrekshugur, munu hefjast á næstu dögum. Búið er að setja út fyrir staðsetningu styttunnar og ekki því til fyrirstöðu að hefja jarðvegsframkvæmdir. Styttan sjálf, svæðið í kringum hana og aðkoma að henni verður hið glæsilegasta og eflaust eftir að sóma sér vel í miðbænum okkar. Fyrirhugað er að styttan verði formlega vígð við hátíðlega athöfn nú í ágúst. Íbúafundur var haldinn í Hvoli í Hvolsvelli þann 24. maí síðastliðinn. Helstu umræðuefni fundarins voru málefni félagsheimili í sveitarfélaginu og sorpmál. Fundurinn var vel sóttur og sköpuðust góðar og uppbyggilegar umræður á honum. Nú hefur sveitarstjórn fundað með íbúum í öllum félagsheimilum í sveitarfélaginu.
Margar góðar tillögur hafa komið fram notkunarmöguleika, leigu og jafnvel sölu þeirra. Ljóst að margir sjá mikil tækifæri fyrir félagsheimilin á meðan aðrir myndu helst vilja losa sveitarfélagið undan rekstri þeirra. Sveitarstjórn mun nú vinna úr þeim hugmyndum sem fram hafa komið í samráði við eigendur sína sem í flestum tilfellum eru kvenfélög, leikfélög og ungmennafélög. Á fundunum hélt framkvæmdastjóri Sorpstöðvar Rangárvallasýslu góða kynningu á starfsemi og tilgangi sorpstöðvarinnar. Mikið hefur áunnist á þeim vettvangi á undanförnum misserum og það ekki hvað síst íbúum okkar að þakka, sem í flestum tilfellum eru til fyrirmyndar þegar kemur að flokkun sorps. En með því móti má spara umtalsverðar fjárhæðir og vernda umhverfið þar sem úrgangi breytt í verðmæti. Sem dæmi má taka að hér áður fyrr var mestallt sorp sem safnað var frá heimilum í Rangárvallasýslu urðað á Strönd. Nú telst það til undantekninga ef urðun á sér stað, þar sem búið að finna farvegi til endurnotkunar eða endurnýtingar fyrir flesta úrgangsflokka. En vissulega má alltaf gera betur og það getum við gert saman. Héraðsbókasafn Rangæinga opnaði nú á dögunum verkstæði, HBR. Ýmis tæki og tól að finna á verkstæðinu sem nytsamleg eru til hinna ýmsu hluta. Má þar helst nefna þrívídda prentara og skurðavél, en einnig þar að finna önnur smærri verkfæri. Á opnun verkstæðisins kynntu starfsmenn bókasafnsins verkfærin og þá möguleika sem þau bjóða upp á fyrir viðstöddum. Notkun tækjanna öllum að kostnaðarlausu en greitt sanngjarnt gjald fyrir það efni sem notað að ræða virkilega skemmtilegt frumkvöðlaverkefni af hálfu bókasafnsins og hvetja íbúa til þess að kíkja við og láta hugmyndaflugi ráða við leik og sköpun. Og að lokum, nú nýlega var gefin út sumardagskrá Rangárþings eystra. Sveitarfélagið stolt heilsueflandi sveitarfélag eins og glöggt má sjá á öllum þeim viðburðum sem á döfunni og snúað heilsueflingu með einhverju móti. Það ættu því allir ungir sem aldnir að geta fundið eitthvað í sitt hæfi og notið sumarsins til hins ítrasta. Megi sumarið vera ykkur gleði og gæfuríkt. Takk. Takk fyrir Andra Kári sem vilja tjá sig undir þessum lið. Ef svo ekki, þá göngum við til næsta dagskrárliðs. Númer 2, það kosning oddvita og varaoddvita 2023 til 2024. Það tillaga að Tómas Birgir Magnússon verði kjörinn oddviti Rangárþings eystra og varaoddviti verði Sigríður Karolína Viðarsdóttir. Einhverju sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki, þá bara göngum við til atkvæða þessa tillögu. Þeir sem hana samþykkja rétti við pönt og hún samþykkt samhljóða. Þá það þriðji dagskrárliður, það kosning í byggðarráð 2023-2024. Tillaga skipan í byggðarráð, samanber 1. málsgrein 49. greinar samþykktar stjórn sveitarfélagsins Rangárþings eystra 138/2011. Einhverju sem vilja tjá sig hér? Ef ekki, þá les ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Byggðarráð kosið til 1 árs í senn, 3 aðalmenn og 3 til vara. Aðalmenn Árný Hrund Svavarsdóttir, Rafn Bergsson, Tómas Birgir Magnússon. Varamenn Sigríður Karolína Viðarsdóttir, Bjarki Oddsson, Kristína L. Banner. Þeir sem samþykkja þessa tillögu rétti við pönt. Hún samþykkt samhljóða. Þá það 4. mál á dagskrá fundarins, það sumarleyfi sveitarstjórnar 2023. Sveitarstjórn Rangárþings eystra gerir tillögu að sumarleyfi sveitarstjórnar samkvæmt 8. grein 3. kafla stjórn sveitarfélagsins Rangárþings eystra. Í sumarleyfi sveitarstjórnar fer byggðarráð með störf og ákvarðanir sem sveitarstjórn hefur ella samkvæmt 32. grein 3. kafla stjórn Rangárþings eystra. Sumarleyfi frá 13. júlí til 7. september 2023 og falla því sveitarstjórnar fundir í júlí og ágúst niður.
Þess má geta að byggðarráð fundar að jafnaði 1. og 3. fimmtudag í mánuði. Eru einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo er ekki að þá bara vil ég biðja þá að rétta upp hönd sem að staðfesta þessa tillögu sumarleyfi sveitarstjórnar 2023. Þeir sem það samþykkja rétta upp hönd og það er samþykkt samhljóða. Þá er það 5. liður á dagskrá. Já, fyrirgefið, þá er það 5. liður á dagskrá. Það er samþykktir öldungaráðs Rangárvallasýslu. Lagðar fram til fyrri umræðu samþykktir öldungaráðs Rangárvallasýslu. Er einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk fyrir, oddviti. Mér langaði að spyrja bara örstutt út í samþykktirnar. Ég verð að viðurkenna og kannski mér til þarna það lýsir ekki yfir besta áhuga, en ég þekki ekki fyrri samþykktir. Ég sá í þessum draugum að endurskoðuðum samþykktum að það er talað að það eigi að leggja til í fjárhagsáætlun sveitarfélaganna einhverja þarna upphæð til verkefna öldungaráðs. Er þetta nýtt að koma nýtt inn, og hver eru þessi verkefni sem öldungaráð hefur verið að fá fjármagn til og hvað hefur við verið að leggja til í þetta? Eða þú veist, er þetta eitthvað nýtt og hefur þetta hlotið ykkur umræðu hjá okkur innan sveitarfélagsins? Takk. Takk Bjarki. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti. Jú, vissulega er þessi samþykkt, hún er ný, eða hún var til en öðlaðist aldrei staðfestingu, en þetta snýst ekki að við séum að leggja auka fjármuni. Fjármuni er til félags eldri borgara og í eldri borgarstarf fyrir gegnum héraðsnefnd Rangárvallasýslu. Og öldungaráðið, við tókum það ákvörðun á sínum tíma einmitt í staðinn fyrir að yrði eitt öldungaráð í hverju sveitarfélagi, af því að við erum með sameiginlegt félag eldri borgara í Rangárvallasýslu, að öldungaráðið yrði sameiginlegt. Þannig að það er ekkert nýtt. Þannig að allir fjármunir sem fara inn í þetta, þeir fara í gegnum héraðsnefnd. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo er ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykkta. Sveitarstjórn vísar samþykktum öldungaráðs Rangárvallasýslu til seinni umræðu. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 7. liður á dagskrá. Það er viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2023. Á 233. fundi byggðarráðs var viðauki 1 samþykktur með 3 samhljóða atkvæðum og leggur byggðarráð til við sveitarstjórn að hann verði samþykktur. Viðaukinn er til hækkunar á fjárfestingum allt að 27 milljónir vegna kaupa á traktor fyrir áhaldahús, breytingum í miðbæ vegna komu afrekshugs og innkaupum á innanstokksmunum og leikföngum í nýjan leikskóla. Eru einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan viðauka? Ef svo er ekki, þá ber ég viðauka 1 við fjárhagsáætlun hér upp til samþykktar. Þeir sem hann samþykkja réttu upp hönd. Hann er samþykktur samhljóða. Þá er það 7. liður. Það er tillaga um nýtingu húsnæðis við Hvolsveg 35. Lögð
fram tillaga Stefáns Friðriks Friðrikssonar nýtingu húsnæðis leikskólans Arkar við Hvolsveg 35. Tillagan að nýta húsið sem miðstöð frístundastarfs í sveitarfélaginu að fyrirmynd frá húsi frítímans í Skagafirði. Hús frítímans miðstöð frístundastarfs allra íbúa sveitarfélagsins óháð aldri, auk starfsemi í þágu eldri borgara, ungmenna og grunnskólabarna húsið opið fyrir hvers konar félags- og menningarstarfi. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi 7. lið, Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Ég vil bara byrja á að þakka Stefáni fyrir þessa tillögu. Þetta alveg til fyrirmynda hvernig þetta gert þarna í Skagafirði og þeir eiga greinilega meira en bara gott körfuboltalið í Skagafirði. En mér finnst þetta bara fín tillaga og bara smellpassar inn í þessa þarfagreiningu sem mér var falið að vinna og leggja fyrir sveitarstjórn. Það mikil ásókn í rauninni framtíðarnotkun þessa húsnæðis og það eru margir sem sjá mörg og mismunandi tækifæri. Þannig að ég held að þetta bara smellpassa inn í þá vinnu. Eins og þið vitið að það hefur verið rætt hvort að viss vinnustaðurinn gæti farið þarna inn, félagsstarf eldri borgara eða fleiri þættir. Þannig að það að mörg að taka og við þurfum hreinlega bara að safna í rauninni saman öllum þessum upplýsingum og þessum hugmyndum sem eru komnar upp varðandi þessa nýtingu og svo ákveða næstu skref. Auðvitað húsið í notkun núna fram að því að nýr leikskóli verður tekið í notkun og eflaust þarf að fara í einhverjar viðhaldsframkvæmdir og fleira og þá breytingar í kjölfarið þegar búið að ákveða hvað á að nýta það í. En bara umfram allt þetta fín hugmynd. Takk fyrir Anton Kári. Bjarki, gjörðu svo vel. Takk, mótið. Tek undir bara með Antoni Kára, þakka fyrir tillöguna, hún góð og í takt við mína sýn en ég vil bara innbra á því sem ég hef áður sagt varðandi Hvolsveg 35 og þarna það mikil áhugi á húsnæðinu og þarna skal engan undra, þetta flott staðsetning og þarna stórt hús. En að við klárum skipulagsvinnuna í kringum þetta, vitum hvað við ætlum að gera og klárum þarfagreininguna líka. En ég innbra á því að við klárum skipulagsvinnuna, vitum hvað við ætlum að gera við þennan reit áður en við förum að taka einhverja ákvörðun varðandi þetta. Þessi útfærsla getur vissulega leyst fleiri hús, þau verða laus til afnota, en þakka fyrir tillöguna og klárum skipulagsvinnuna í kringum þetta. Takk fyrir það, Bjarki. Eru fleiri sem vilja tjá sig hér? Ég vil bara segja að mér finnst það mjög áhugavert þetta verkefni í Skagafirði, hús frítímans, þar sem verið að nýta húsnæði og fermetra vel allan daginn. Ég held að það sé eitthvað sem við eigum að horfa á í sambandi við þarfagreiningu og hvernig við getum nýtt það húsnæði sem við eigum á sem bestan hátt fyrir sem flesta. Já, þá ætla ég, ef það ekki fleiri sem vilja tjá sig hér, þá ætla ég að leggja eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn þakkar fyrir erindið, tillögunni vísa til þarfagreiningar sem nú þegar hefur verið samþykkt að fari fram. Þess að það samþykkir rétt upp hönd, það samþykkt samhljóða. Þá það 8. liður á dagskrá, það tillaga T&N-lista þakklætisvott til leikskólastarfsmanna við opnun nýs leikskóla. Á 9. fundi fjölskyldunefndar var erindið tekið fyrir og eftirfarandi bókun samþykkt. Fjölskyldunefnd vísar tillögunni til sveitarstjórnar. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi þennan dagskrárlið? Bjarki, gjörðu svo vel. Fyrirgefðu. Takk fyrir það, Guðmundur. Ég ætla að byrja á að taka fram að starfsfólk leikskólans á virkilega þakkir skilið fyrir hafa staðið sig vel að takast á við þær húsnæðishremmingar sem við lentum í með starfsemi leikskólans í sveitarfélaginu.
Svo það sé nú á tæru. Mér finnst þess að þetta svolítið vandmeðfarið hvenær á að fara að verðlauna starfsfólk eða hluta starfsfólk sérstaklega fyrir vel unnin störf. Og erfitt að meta hvenær er ástæða til og hvenær ekki. Þetta verður alltaf mjög krítískt að gera þetta. Og það koma upp krefjandi aðstæður í öllum störfum sama hver þau eru og öll eru þau jafn mikilvæg. Við getum til dæmis tekið starfsfólk Kirkjuhvols í COVID-faraldri sem starfaði við gríðarlega krefjandi og erfiðar aðstæður. Aðstæður hafa verið krefjandi í Hvolsskóla vegna húsnæðis og myglu og fleira og svo mætti telja. Grunninn held ég náttúrulega að veit að allt starfsfólk sveitarfélagsins er að leggja sig fram að sinna sínum störfum sem best á hverjum tíma. Þannig mér finnst þetta svona krítískt og í rauninni finnst mér við komin í svolítið sérstaka stöðu að sveitarstjórn sé að ræða þetta svona hluti hvort hygla eigi hluta starfsfólk fyrir velunnin störf. Mér finnst við komin svolítið skrýtna stöðu að vera að ræða þetta hér á opnum fundi sveitarstjórnar. Ég get ekki annað sagt. En eins og ég sagði upp af, þau að þakkir skildar og ég er þess fullviss að sveitarstjóri muni koma því til skila við vígslu leikskólans að þau eiga þakkir skildar. En eins og ég segi, mér finnst þetta varla eiga svona erindi hér inn og finnst þetta svona mjög krítískt að ræða þetta hér. En takk fyrir, ekki fleira. Takk fyrir þetta Rafn. Bjarki, gjörðu þið svo vel. Takk fyrir. Ég á barn í leikskóla og er starfsmönnum ævinlega þakklátur fyrir þeirra framlag og öllum starfsmönnum leikskólans náttúrulega fyrir þeirra fórnfúsastarf. Þetta er búið að vera mjög skrítinn tími og þeir eiga algjörlega þakklættisvott skilið frá okkur. En ég á líka afa á dvalarheimilinu og þar í COVID var virkilega skrítnar aðstæður þar sem að fólk mátti ekki koma inn og þau þurftu í rauninni að bregða sér í búning aðstandenda líka og þarna stóðu sig gríðarlega vel og ég var í skóla líka, þar var starfsfólk staðið sig gríðarlega vel og þurfti að hlaupa hraðar út af mygluvanda og COVID líka. Ég á inn í áhaldahúsinu sem er búin að standa sig vel í snjómokstri og þarna þessu fólki ber öll að þakka fyrir þeirra óeigingjarna starf. Þannig að ég ætla ekki að segja að við eigum ekki að veita hluta starfsmönnum þakklætisvott. Ég myndi bara gjarnan vilja þá við myndum bara veita öllum starfsmönnum okkar þakklætisvott fyrir velunnin störf á seinustu árum í krefjandi aðstæðum og þær séu búin að vera misjafnar. Takk. Takk fyrir Bjarki. Anton Kári, gjörðu þið svo vel. Takk fyrir það, Oddviti. Ég tek bara heilshugar undir með þeim félögum mínum Rafni og Bjarka. Þetta er mjög, að sjálfsögðu allt okkar starfsfólk. Við erum að reka sveitarfélag í þágu íbúana og til þess að þjónusta íbúana og það er í rauninni sama hver það er. Ef okkur vantar einn hlekk þá erum við ekki í góðum málum. Þannig að allt okkar starfsfólk og krefjandi tímar, laukrétt, það eru krefjandi tímar í Hvolsskóla, það eru krefjandi tímar í leikskólanum, COVID á dvalarheimilinu og bara út allt. Við erum alltaf að fást við krefjandi aðstæður, sama hvað það er. Og bara eins og ég segi, við værum ekki neitt án starfsfólksins okkar. En að fara í einhverja sérstaka og ég get kannski tekið sem dæmi líka, ég meina, við viljum gera vel við starfsfólkið okkar og eins vel og við getum og mér finnst við gera það mjög vel til dæmis jól þegar allt okkar starfsfólk fær áskort í líkansrækt. Við erum að byggja upp glænýjan, rosalega flottan leikskóla fullbúinn. Það er rosaleg gjöf inn í samfélagið sem nýtist bæði starfsfólki og foreldrum. Og líka ef við erum að ræða leikskólan sérstaklega þá eiga náttúrulega foreldrar barna á leikskólanum miklar þakkir skildar fyrir sitt umburðarlyndi og þolinmæði á meðan á þessu stendur hjá okkur. En það er náttúrulega út af því að fólk sér að við erum að framkvæma og við eigum eftir að eiga hér alveg til fyrirmyndar aðstöðu. Þannig að já, bara tek aftur undir það sem kom fram hjá félögum mínum hér áðan.
Takk fyrir þetta andskóri, eru fleiri sem að vilja tjá sig hér. Bara tek undir það að svona mál eru bara vandmeðfarin og þarf að vanda sig við. Spurning hvort við tökum smá fundarhlé.